Ok. Herru, í dag erum við að keppa á henni einu sönnu Maggiore 10-3 keppni 14. Í kvöld verðum við að keppa á GR5 þess að kappakstursbílum. Yfirleitt erum við að keppa á GR3 og þetta er, ef ég man rétt, 32 hringir pluss 15 mínútna qualifying sem verður keppt á í kvöld. Það stefnir í rosalega góða mætingu. Allavega eins og erum við full lobby sem er bara frábært og við hefum auðvitað verið mjög svona strikt á að reyna að halda því þannig að við séum alltaf með full lobby. Og með mér í kvöld verður hann Daniel Barbotta. Daniel, þú við? Það er eitthvað vissinn hjá honum Danna eins og en það er allt í lagi, Það allavega stefnir í rosa flott race, qualifying hjá strákunum, eða þess að ekki qualifying en kannski æfingarnar hafa verið rosalega flottar. Hannes er nú þegar með besta tíman 1:48, 1:89, keyrir hérna á þessu svaka Lexus. Svo liðsfélaginn hans er reyndar bara í pittinu, þannig að hann er ekkert búinn að setja sín eigin einhvern geggjaða tíma. Svo erum við með Rappersvann, Þorstein hérna. Hann er líka að setja svakalega tíma. Má ég sjá. Kári var að koma út, hann er bara að hita sig upp fyrir fyrsta sæti sem hann ætlar sér að taka. Spurning hvort að Danni sé kominn. El Danielo. Við hinkurum bara eitt augnablik eftir honum Danieli. Jæja, finnst að Daniel er eitthvað svona aðeins í fríi í dag hérna. Hérna fyrstu mínútuna, þá kannski spurning hvort ég renni ekki bara aðeins yfir sem sagt stöðuna á keppnistímabilinu hjá strákunum. Þetta er samt alltaf Tier 1 eins og allir vita og sem sagt þetta keppnistímabil er í raun og veru 10 mánuðir, frekar en 9 mánuðir ef man rétt, 2020 til 2021. Og það er sem sagt þannig að af 17 keppendum gilda 14 bestu stigin til úrslits á lok tímabilsins. Í fyrsta sæti erum við með Kára Stein Þórisson, Kára S10 97, sem hefur verið að gera svakalega hluti hingað til. Hann keyrir í G&K Racing með honum Guffa, sem er sem sagt stofnandi GTS Iceland. Og hann Kári er með 285 stig sem sagt total, en sem sagt stigin sem að gilda hjá honum eru 244. Það er sem sagt alltaf tekið af 3 bestu keppnir af hverjum ökumanni fyrir sig. Hann er með 244 gild stig. Og í sætinu eftir honum er hann Cracked Up, Jónær Baldursson. Hann er í Biko Racing Team. Hann er með 183 stig sem sagt gild. Og í þriðja sæti það er Halli Björns, Halli 000 Team Autocenter, sem er sponsor hérna á GTS Iceland. Svakalegur sponsor, við mælum hárlega með að kíkja til þeirra bæði á tjón og þrif. Hann er með 180 gildstig. Eftir honum er hann Hannes, Team TGR Iceland, sem sagt Toyota GR Racing, Gazoo Racing. 179 stig, einu stigi undir honum Halla. Spurning hvort að það geti breytt helling fyrir honum með stigkeppni með að hann er allavega með hraðasta hring núna bara í æfingum. En á eftir honum er hann Rappersvann, Þorsteinn,
hann keyrir bara sjálfur, engu liði. Hann með 149 stig í 5. sæti. Eftir honum hann Guffi, tímlið Axtus félagi Kára í GOK Racing. Hann með 138 stig, ekki svo langt frá honum Þorsteini. Nú í 7. sæti hann Skúli Þór, Skúli 1989, tím 8% líka. Hann með 129 gildstig. Eftir honum Jón Valdemars, GT Iceman, Ígor Racing með 94 gildstig. Síðan höfum við 9. sæti hann Kjartan Svanur, Kjassi, keyrir líka sjálfur, ekki neinu liði eins og og hann Kjassi með 58 gildstig. Og nú í 10. sæti hann Valdemar Örn. Valdemar Örn með honum Hannesi í TGR, Toyota Gazoo Racing liðinu. Hann á sama stað og Kjassi. Hann líka með 58 stig, þannig að það spurning hvort að Team Gazoo Racing taki yfir Kjassa, sem bara 51 stig. 11. sætið hann Guðmundur Orri, F1 Ísland, 48 gildstig. Síðan höfum við Sævar Helga og Skeira í 12. og 13. og það 28 og 13 stig. Bæði Sævar og Skeiri komu báðir úr tier 2 núna yfir jólin og komu komu núna yfir í tier 1. Og þetta stefnir bara í frábæra keppni. Það spurning hvort að ég tjekka það saman Dan hérna fyrir ykkur. Halló, Það heyrist í mér? spurning. Ég kannski í spjallinu sem að hérna, kannski segja mér hvort að það heyrist ekki pottit í mér líka núna. Ég held að ég hafi náð að laga þetta. Ok. Já, hvernig ertu Daniel ef fólk skildi heyri í þér? Ég bara heldur í góður röðu. Ég ennþá svolítið svektur eftir niðurstöðuna á racinu í gær. Já, ég get ekki verið annað en sammálaður. Seinustu 2 sætin. Þetta heldur verstu niðurstöðu hjá Individual Racing. Já, ég náði nú aðeins að púlla mig upp þarna, en það bara út af mistökum hjá öðrum. Auðvitað, þú varst ekki næsta sæti. Ég var rosalega svektur að geta ekki verið með hann Ástin Martin í botnaðan tíma og því að hann svoleiðis drakk af eldsneyti. Já, hann drekkur nú alltaf hjá þér sko. Þú þarft nú að fara að vanda þess á inngefinu. Það eitthvað, ég með of stóra bensínlagnir skilst mér, en samt hreyfst ekki bíllinn. Það eitthvað þannig. Já. Hvað segirðu? Hvernig líst þér á þetta í kvöld? Stefnur á sömu menn og alltaf í pódium eða? Veistu það, mér líst rosalega vel á þessa keppni í kvöld sko. Það verður erfitt að segja eins og venjulega hvernig þetta endar en ég ætla allavega að spá Kára topp 3 niðurstöðu. Það held ég að það sé það eitthvað öruggasta. Já, ég legg ekki lengra en það. Ég ekki. Ég ætla að segja Kári og Hannes topp 3. Hannes ennþá með hraðasta hring. Já. Kári reyndi, besti tíminn hans var 200 millisekúndum. Það var á besta tímanum hjá Hannesi. Já, Spurning hvernig þetta fer, það náttúrulega búið að læsa þess núna niður út á COVID-inu, en það spurning hvort menn hafi getað nýtt sér það í æfingar. já, akkurat. Já, en erum við ekki bara spenntir fyrir þessu reysi í kvöld? Jú, svakalega. Ég stefni, ég býst sjálfur við að það verði brjálað að gera í byrjun. En þetta aðeins niður og vonandi kemur þetta aftur svolítið upp, svolítið action. Já, ég alveg sammála. Það var sko, ég var rosalega spenntur að fara að lýsa síðustu braut sem vorum á. Dragon Trail, já. En einhvern veginn tók Death Chicaneið engan út. Nei, Eftir að ég man svona þannig sé. það var, jú, tók nú hérna, hún tók hann hlýn út allavega. Já, jú, alveg rétt.
Nei, það var Monza, það er annað. En jú, það tók hlýn út alveg rétt. Allan hann og einhverja, já, ég held að það var einhverju fleiri, mann það ekki alveg. En það var í fortíðinni. Við erum að horfa á nútíðina núna. Núna erum við að horfa á framtíðina. Já, en mér sýnist hann Skeiri vera að gera góða hluti. Ég er búinn að vera að fylgja svolítið með honum á æfingu líka. Hann er búinn að vera mjög ofarlega á listanum í æfingum minnst kosti. Já. Það verður spennandi að sjá hvað hann gerir í tímatökunum sjálfum og síðan í reisinu. Já. Við vonum að hann sigri bara með, já, hann má þess vegna alveg sigra. En ég býst alveg við að hann verði alveg með topp mönnum þarna. Já, það tel ég þokkalega líklegt sko. Já, er eitthvað Valdimar Matti er út að brauðsi, þá getum við hort á eitthvað annað en bara Nissan. Já, segðu. Ég er að horfa á Nissanin beint fyrir bakveðan, Team Racing Biko. Sigurður Hreggviðsson hefur ekki tekið reisið hann í fyrra, hvað áttu við? Já, þú ert ekkert búinn að vera með. Já, hann tók sér frí. Auðvitað. Þú var að mæta á TR3, ef það fyllist ekki næst. Suzuka er næst, það er rosalega skemmtileg braut. Já, naumast að menn ætla að vera að hita upp fyrir tímatökunni í pittinum. Já, ég meina, það er alltaf að fá sér eitt kaffisopa og svona. Jú, það er nauðsynlegt. Svo spurning hvort að menn sé að setja saman playlista, hlusta á lög þegar hann keyra og svoleiðis. Vittu nú við, þetta er Skeiri bara búinn að rústa bílum, ég held ég hef aldrei séð svona mikla skemmtir á einu bíl. Ég sé bara... Þetta teleportaði hann bara í... Skeiri? Já, hann teleportaði í pittin. Já, ok. Hann hlýtur að kunna keyra þennan. Já, auðvitað, Siggi fór í aðgerð. Þá bara gera bílinn sjálfskiptan og keyra með annan hendi. Það er nú vonandi ekki, ég beist ekki við því að það sé spennandi. Erum við með gridstart í kvöld? Já, ok. Ég var ekki einu sinni búinn að skoða það. Það er nú bara flott. Já, það verður ekki. Það er langt skemmtilegast að fylgjast með gridstarti. Já, ég er að segja það. Það getur Sérstaklega allt þegar breyst. þú byrjar gridstartið og síðan beint í bara 90 gráðu beygju. Já, akkurat. Sko, ég fíla gridstart. Það er bæði rosalegt tæki fyrir þá sem ná ekki góðum qualifying en eru drullu snöggir. Þá byrjar qualifier. Er að þessu sinni fullt grid, allir keppendur 10-1 eru að taka þátt. Það var hann, Linur sagði sig úr deildinni eftir seinustu keppni, þannig að hann mun ekki taka þátt út tímabilið, þannig að það verða 13 ökumenn hérna í kvöld og vonandi hérna í frá öll hinn kvöldin. Ok. Sér Keflavík TV er komið aftur og spyrir hvort að Kári sé í fríi. Nei, hann er hérna ennþá sko. Hann bara var í pittinum að heita upp áðan sko. Aðeins að slaka á sko. Að teygja og svona. Það skiptir miklu máli. Fastur. Skúli er fastur í pittunum. Nei, erum við að tala um pitglitch? Það er pitglitch. Skúli? Sko, ég tók eftir þegar ég joinaði lobby að það var rosalega, sem sagt, spurning hvort að Guffi sé með slæmt net og því að signalið var mjög lélegt, það var alveg rautt, það var bara túpar. Já, það er spurning. Ég veit það ekki. Nei, ég held að Guffi sé nú alveg með gott net, sko. Já, spurning.
En það er þá restart á qualifying það þýðir að allir þurfa að fara af braut og qualifying verður sett í gang aftur. Þetta bara svona eins og Tire 2. Já, Tire 1 eiginlega bara búið að taka við af Tire 2. Já, það var orðið svolítið þreytt í endan, sko. Já. Þá eru við komin aftur hérna út á braut og núna bíðum við bara eftir að allir eru komin á braut. Sjáum hérna. Já, það er Jónæður og Kári eftir að fara inn á braut. Já. Og leið að þeir eru komin inn á braut þá er þetta að byrja qualifyerinn aftur. Jónæður komin inn á. Það vantar bara Kára. Kári komin inn á braut. Þá er allir komin inn á braut. Þá getum við þar að byrja á tímatökunum upp á nýtt. Aftur fastur. Ha, Það er bara já. hver er fastur eiginlega? Hann Skúli. Af hverju sé ég Skúla ekki einu sinni á listanum hjá mér? Hann var að fara á. Já, ok. Pröfa að taka eftir því hvort það sé slaft signali sem sagt hjá hann á lobbyinu hjá honum. Kíkjum á það. Þá er bara að bíða eftir að nýtt lobby kemur upp en það sem sagt var ennþá pit glitch í gangi þannig að það þurfti að restarta lobbyinu. Þetta Það er komið við, það er full bar. Já, já. Þetta er það sem getur gerst í þessum digital heimi. Þá eru allir komnir, það vantar bara nokkra inn á brautina og þá er það keyrið í gang. Það vantar ennþá einn. Þorsteinn og Kári, nei Kári á eftir að fara um braut, hann er að lóta inn sýnist mér. Já, ok. Já, Þorsteinn er hérna líka eftir að fara um braut. Það vantar einn í lobbyið. Þarna kom Hannes. Hannes að lóta inn og við væntanlega beint inn á braut þannig að við getum verið að byrja þetta. Þá er þetta smell í gang. Jæja, það var að taka 3. Skúli komst allan út. Halli á eftir að fara og Sævar. Spurning hvort að þið fari ekki að keyra sig út úr bitunum bara við tækifæri. Já, vonandi, þannig að maður getur vita hvort þetta getur byrjað. Í versta falli þá bara byrjaði síðastir. Já, það er
Sævar Helgi farin að staða. Halli er að kopja kallinn, sko. Hann hefur farið eitthvað. Herra, býtu. Sævar spinnaði. Ég var að horfa á mappu allt í einu og Sævar að keyra í hringi, hann spinnaði. Fyrstu beini. Já, ok. Það getur komið fyrir á köldum dekkinu þegar þú kemur beint út úr pittinum og... Já, klárt mál, sko. Halli er ennþá inn í pitt. Nei, heyri, hann er að keyra út úr pitt núna. Já. Það er allir komin út úr pitt. Þetta er bara að byrja. Þá er tímatökurnar að byrja þar og... Þá fáum við að sjá hérna eftir korter hvernig uppröðunin verður. Skeiri hefur náð að komast fyrstur út úr pittinum og fær auða brauta undan sér, Valdimar Matt. Já, bara hópur þar á eftir. Guðmundur Orri, Valdimar Matt, Guffi. Já, það er bara allt batterið. Já, þeir þurfa... Gummi var eitthvað að zigzagana og hitta á dekki sín. Já, þeir sýnist þeir vera að keyra svona á rétt hæflega hálfri inngjöf til þess að búa til smá bil. Það er mjög flott livrið í hann. Hitturinn. Hjá hverjum? Já, hann Gumma. Fjórðasæti. Já, F1 á Íslandi og pitturinn. Já. Hann lítur að vera mikill aðdáandi af pittinum sem að hann stofnaði Facebook-rásuna F1 á Íslandi. Já, Facebook-hópinn. Það er reyndar, já. Það er alveg klárt mál. Það er þess að horfa á hann Kára. Skoða hvaða línur hann er að taka. Góða kvöldið, Hilmar. Velkomin í spjallið. Já, þeir sem eru glöggir og eru að horfa á þetta, kannski taka eftir því að spjallið er núna komið inn á skjáinn líka. Þannig að það verður auðveldara fyrir mig að fylgjast með spjallinu núna heldur en það hefur verið. Já, þeir eru ekki að missa af kommentum og svona. Já, það var að þegar er mikið að gerast á spjallinu þá átti það til að gerast að ég náði ekki að fylgjast með sko. Já, akkurat. Þá eru allir á átlap núna eða ekki það, jú. Jú. Nei, á sem sagt núna qualifying tímanum sinum. Já, þeir eru að fyrsta qualifying, ok. Já. Já, það eru komnar einhverjar spár hérna strax þegar þetta byrjaði. Já, ég var í svo miklu vandamálu með mækinn að ég náði ekki að lesa þær upp, þannig að... Já, ok. Þú mátt endilega skjóta þeim upp. Já, ég finn þær ekki lengur. Eina spáin sem ég sé núna er að Hilmar Veigar spáir Kára í fyrsta sæti, Jóna í öðru og Guffa í þriðja. Ok. Eins og staðan er akkurat núna er GT Iceman með besta tíman, en ekki allir búinir að setja tíma. Kári er að setja eitt svakalega. Þorsteinn hérna náði að skjóta sér, Kári kominn í fyrsta. Þorsteinn er rétt svo slapp. Eru þá ekki, nei, Hannes er ekki búinn að setja, Hannes er á átlapp. Já, bara Halli og Hannes eftir að setja tíma. Já, ég skil núna hvað Hannes er að gera. Það er ykkur upp fyrir framan hann. Það er hann Halli. Hann þarf að kopja Halla, já, kannski nota draftið á Halla. Ég sýndist allavega á hann að Hannes þurfti ekki að kopja einn eða neitt. Það var langræðast að hringina þeim öllum. Það er kannski eitthvað komið upp á hjá honum, allavega að sé að hann hefur farið í pit bara strax eftir átlappinn fyrsta, sko. Gæti verið damage. Já, þannig að hann á eftir að taka einn hring í viðbót til þess að setja tímatökurhringinn, allavega þann fyrsta. Já. Já, góða kvöldið, Magnús Ingólfsson, Maggi. Takk sem leiðis, þetta var gott race og leiðilegt að sjá Corvettuna taka fram mér og stinga mig af, en svona er þetta bara. Já, í gær. Já,
Ég var á svo ónýndu dekkjum, ég hugsaði bara, ég get ekki barist við hann og ég vildi ekki skemma reysi á okkur báðum. Nei. Hann var líka búinn að vinna sér rosalega flott upp sjálfur, þannig að við vinnum þetta bara sjálfur. Ég vissi að hann var hraðskreiðari, þannig að ég nýtti mér hann sem draft. Svo misti ég hann bara langt fram á mér. Henni býtu, Hannes aftur Kári er í pitið. Já, Kári og Jónægir. Já. Hvoruð með skemmtir, þannig að þeir eru væntanlega búin að reikna þetta út að dekkin. Já, það er best að hafa góð dekk. Hafa fresh dekk og lítið bensín. Þú missir 10% í raun og veru á 5 ringjum. 10 ringir eru 20%, 20 ringir eru 40, 30 eru þá 60. Þetta eru aldrei að pitta fyrir bensín, býst ég við, í þessu reysi. Nei, sennilega ekki. En dekkin og damageið. Já, þetta snýst rosalega mikið það á þessari braut að passa dekkin, sko. Það að fá þess að... Étu dekkin nefnilega, sko. Já, Hannes fer bara hérna beint í annað sætið, sko. Já, vel gert. En við vitum það allir að hann á fyrsta sæti allavega í tímatökum, sko. Hannes? Ég er ekkert feimið að segja það, sko. Með tímann sem hann var að setja á það, komst enginn nálægt honum. Já, það geti verið. En við svo sem sáum ekkert mikið af fólki í æfingum áðan, sko. Það voru margir sem voru bara inn í pittinum. Þannig að það kemur bara í ljós núna eftir 7 mínútur hvað gerist. Já. Já, Elmar, ég tek undir það með þér. Þetta reis var ekki gott í gærkvöldi. Þetta fór rosalega illa með dekkin á bílum mínum, sko. Ég veit að er nú engin keppni það hver átti verra reis, Hilmar, en ég vil bara benda þér á það að ég var svo eini sem að endaði fyrir neðan þig í keppni, þannig að ég ætla að leiða þér að fullyrða það að mitt reis hafi verið verra. Já, þú manst hvað ég sagði í byrjun, þá var við lögum á staða. Jú, það er alltaf ég hef ekkert að missa að þú hefur eitt sæti. En það er ekkert mikil breyting hérna á tímatökunum ennþá. Það er Kári, Hannes, Þorsteinn ennþá, fyrstu 3. Rosalega flottur fyrsti sektor hjá honum Hannesi maður. Já, það. Þetta var smooth, mjög smooth. Skulum sjá hvernig tíma hann fær hérna þegar hann klárar sektorinn. Þetta er svona smooth is fast. Já, þetta er svona þannig... Fyrsti sektor hjá honum, sko. Lítur út fyrir að vera hægt en er mjög hratt. Já, hann er með fjólubláðan fyrsta sektor líka. Þetta var smooth is fast. Ég sá bara hvernig hann keyrði þetta, bara svona bremsaði akkurát á réttum tíma og bremsaði svona smooth. Neldi ekki á bremsuna, sló ekki af henni, hann bara svona hægt og rólega á allt. Það sjáum við að Guffi og Valdimar eru að koma í pittinn og fá sér ný dekk. Þeir eru alveg á tæpast af aði, sko. Hannes er að rústa tímanum að skára hérna. Nú það, en hvað er Kári að gera? Kári hann er að klára sinn hring. Nær ekki, hann nær rétt svo. Já, hann bætti sig aðeins. En þá er Kári ekki, Hannes ekki lengur á fjólubláðum sektor. Nei, heyrðu, og Jónægir komin hérna upp í annað sæti. En allavega Hannes er að slá sko 200 millisekundur af sínu besta tíma sýndist mér. Já, en það dugar honum ekki fyrir annað sætið og eftir Jónægir. Nema hann á svakalegum loka exiti hérna. Jú, vel gert. Já, sæll. Besti hringurinn, hann hefur náðu einhverjum svaka seinasta sektor, sko. Hann hafði rosalega flottu exiti.
svolítið væt þarna í fyrsta sektornum sínum. Veitu, ég var að horfa á þetta hérna áðan. Það eru tveir aðilar jafnir og það eru tveir aðilar sem vantar 1 stig á milli. Það er sem sagt hérna, já, Halli og Hannes. Halli er 1 stigi fyrir ofan Hannes og Halli er í 3. sæti, þannig að spurning ef að Hannes nær að halda sig fyrir ofan Halla í kvöld þá verða jafnir. Ef hann er að 2 sætum fyrir ofan þá nær Hannes í 3. sætinu. Já, í overall keppninni. Overall keppninni, sko. Svo erum við 10. og 9. sæti. Valdimar, Matt og Kjassi, þeir eru jafnir með 58 stig. Hannes er bara á autodrive að hafa það fínt. Ég er að fylgjast með GTA Iceman akkurat núna. Já, ég er að horfa á Kára fara í pit. Jón Valdimars og hann það er magnað að sjá þetta. Það er sko Cracked up maður. 0,013 í næsta mann og 0,010 í næsta mann á eftir. Já, GTA Iceman og Halli og Þorsteinn. Já. Ég var að horfa hérna á Cracked up, Jón Valdimars. Já. Hann var að klára, hann var sem sagt á síðasta sektornum í vinstri löngubeginni niður. Fór smá í grasið og spinna á misti bílinn. Já, það getur verið alveg brútal þetta gras, sko. Svo Halli fer í pittin hérna. En það er hérna, fyrstu 6 sætin eru á sömu hálfu sekundinni. Já, þú meinar. Og svo... Já, svo er bara skeiri bara, Já, svo veist ég, hálf mínúta, nei, sekúnda, milli halva og skeira. með svona meiri munur á milli ökumanni en maður hefur verið að sjá þetta. Það hefur verið þannig að þeir hafa verið með bara sekúndu upp í 10. sæti stundum. Já, núna erum við með 1,5 í 10. sæti, sko. Já. Og já, hérna erum við að fylgjast með honum Kjassa. Hann er hérna að keyra sitt 50. race með GTS Iceland í kvöld. Já! Það er ekkert annað. Það er ekkert annað, sko. Eitthvað er dedicationu. Það er bara einn annar sem hefur farið í fleiri race og það er hann Guffi sjálfur með 54. Já. Þegar var að horfa talandi um Guffa, hann var að næla út tíman að skeira, hann er ekki nema 0,50 frá Halla. Já, ok. Þannig að þetta er að svona farið að skýrast hvernig staðan verður, mínúta eftir af tímatöku. Já. Sko eina leiðilega við að vera í gridstart og vera sem sagt í fyrsta sæti er að þú gæti mista. Já. Já, við öll sætin í gridinu, þú getur alltaf mist sætin og líka fengið annað sæti. Já, líka það. Kári gæti nýtt sér góðs á þessu. Yellow flag á Kára, er einhver búinn að snúast eða? Það er yellow flag líka hérna á Hannes. Já, er Hannes ekki bara fyrir aftan Kára? Nei, hérna 10. sæti. Hann er stopp út í kanti að trufla. Já, Kári var að setja sektor, annan sektor með mínus 0,255 fjólubláðan. Já. Það var Jón Ægir að setja 9 tíma. Tímatakan hans er búinn. Hannes gæti náð einum auka hring með þessu. Já, hann nær einum auka hring, fyrst að hann er byrjaður á honum. Þessi að hann tekur, næsti hringur er líka, já, akkurat.
Er hann Er ekki ég að byrjað? bulla? Nei, Herru, nei. Kári er á fjólblóðum, Kári er á fjólblóðum. Hann er ennþá á fjólblóðum. Oj! Já. Vá, hann bara gjörsamlega slátraði þessu á seinasturinn. Hvað gerir Hannes þá? Er hann að fara að svara fyrir sig hérna? Nei, náðu ekki beita. Hann hefur lent í ykkur. Nei. Hann er 6 sekúndu hægari hring. En Cassi er að setja sinn besta tíma hérna. Þú sér það þegar þú flettir á menn við hliðin á tímanum í miðjunni. Þá kemur annarkvort grænt eða fjólblár. Já, Cassi kom 629 millisekundum frá. Þess að betri tíma heldur en hann gerði síðast. Já, flott. Og þá er þetta orðið nokkuð skýrt. Mér sýnist hérna allir vera búnir. Valdimar er ennþá á... Nei, hvað er hann bara með á pásu eða hvað, góstar eitthvað? Ég býta aðeins. Ja. Þá er tímatökum lokið. Þá er það bara let's go. Þá er það reysið að fá að sjá þetta grid start. Wake up and smell the ethanol hérna. Þá eru hérna 11 Nissanar og 2 Lexusar sem að eru að keppa. Já. Hvað gerist? Fáum hérna smá... Nei, ég næ ekki að breyta kamerunni minni maður. Kári... Já, þetta er litla sósan maður. Það virðist allt vera allan að ganga vel upp hérna. Já, Guffi er nú búinn að græða nokkur sæti, hann er komin í 5. Hannes hefur tapað 1 sæti. Já, Guffi svolítið væt hérna. Autocenter Boys saman hérna? Nei, þeir eru ekki saman. Ég er að rugla. Það er svarlega að skýrast hópurinn hérna núna. Guffi er að fara að missa Iceman hérna mögulega fram á sér. Já. Svolítið væt reyndar. Skeiri það strax á eftir. Valdimar að taka fram úr Autocenter Skúla hérna. Beinakaflanum, býst ég við. 11. sæti. En haltu þið bróðlega, ég segi frá hvað að gera. Ég er að fylgjast með Guffa hérna núna, sko. Nei, Skeiri segi. Já, Skeiri er að ná honum. Já, hann tekur hérna... Tekur ytri línuna á Guffa. Það er betri svona hún er betri exit einhvern veginn með að taka hana á. Þetta er svona downhill. Já, akkurat. Hann svona hendið þér út úr beginni á meiri hraða. Akkurat. Gummi kom með næstu sekúndu í penalty. Hannes að fylgja stíft á eftir honum Jónægir. Ég var að horfa þarna 11., 12. og 13. sæti. Það voru allir góstaðir. Kemur fyrir. Sævar hérna í Skeiri hérna. Taka fram úr Kitty Iceman. Já, náði ekki. Duði ekki þetta skinn. Guffi hérna gefur ekkert eftir. Hann lætur alveg Skeiri að vita að hann sé til staðar. Nei!
Rannsmál. Já, ég sé að Kári hérna kominn í gamla takta og bara er með rúmlega sekundu bil strax. Kominn í gírinn að hérna Keyra þetta reis í gegn. Já, jú, Siggi, krakt upp er Jónægir. Hannes með hálfa sekundu penalty. Já, ég sá það. Jónægir með hraðasta hring. Já. Það er aðeins að fara hérna út og inn aftur, þannig ég geti breytt sjónarhóndinu. Herru, nei! Herru, þú hefur ekkert að gera það. Cracked up, spinnaði, úr öðru sæti. Hann er út í móana, 5. sæti, 7. sæti, 7. sæti, 8. 9. og er að missa 10. núna. Ansans. Reynum að sjá þetta, hvað gerist hjá Og honum. byrju, Skúli tekur það af honum líka. Já, hann fer aðeins og vítt þarna. Út í grasið. Skemmir afturendan á bílum í leiðinni. Úff. Úr öðru niður í 11. Vissi 10 sæti, en hann er núna að taka 2 sæti af þessum. Svona getur þetta breyst hratt Já, ekki neitt smá. fyrstu hringum, sko, þegar allir eru svona nálægt. Náður replayin á þessu? Já. Ok, flott. Ég er að horfa hérna á 3. sæti, Þorsteinn. Hann er alveg svakalega að sækja á hann Hannes. Gefur ekkert eftir og er að rústa hérna hraðasta hringnum. 3 sekúndur eða 3,7. Já, og Þessi verður nákvæmur. með sliptir mjög vantar hann er ekki að taka 3 sekúndur á fyrsta hringinu, þannig að Jú, hann er að taka 3 sekúndur á hraðasta hring. Vá. Það dugði ekki. Það var sko 3,7 sekúndur á fjólubólan. 3,7? 3,7, mér sýndist það. Já, þú hlýtur að sé Ég er eitthvað alveg leitlist. pottþurr, sko. Getur eiginlega ekki verið, sko. Það sé allt sko replayið þetta. Hérna tekur hann bara fram úr. Þorsteinn er kominn í annarsæti. Vel gert. Það var að Kári, Þorsteinn, Hannes eins og staðan er núna. Og Kári kominn 2,5 sekúndu tæpri á undan öðru sæti. Já. Ég er náttúrulega alveg keksruglaður, þetta var 0,37. Já, það hljómar líklegra. Já, mér fannst þetta ótrúlega tíma og ég var bara fastur á því að þetta væri bara geggjaði tími sem var að taka, sko. Já, hann hefði þá líka þurft að tapa, sko, rúmum 3 sekúndum á seinasta sektor og samt náð að halda sætun sínu, sko. Það hefði verið kraftaverk að það hefði tekið, sko. Já. Það er eina leiðin til þess að það geti gerst er að hann væri nú þegar í seinasta sæti. Ándjók, sko. En talandi seinasta sæti, kíkjum aðeins á það. Ég segi að Jónægir er hérna 11 búinn sekúndur. aftast. Já, hann hefur farið í pittin til að losna við skemmtina aftan. Já, akkurat. Þannig að hann væntanlega einblínir bara á það að keyra rosalega vel. Hann hefur auða braut og getur þá tekið rosalega góða hringi og komið sér inn í reysið bæði með því að ná þeim sem eru aftarlega fyrir framann og þegar að hinir þurfa að pitta þá hefur hann ennþá hring á þá.
Já, akkurat. Svo líka sko, mér finnst svolítið þegar maður bæði hefur lent sjálfur í því og ég bara fylgst með öðrum. Þegar menn detta rosalega niður, þá eins og kemur bara eitthvað boost. Maður fer ekki kannski varlega, en maður einhvern veginn kemst alltaf bara í maxið aftur á sinn stað sko. Já, vegna þess að maður leyfir sér meira sko, því að maður hefur í rauninni engu að tapa. Þú ert nú þegar komin í seinasta sæti, þú getur ekkert farið neðan en það. Já, og eins og mér þegar ég keyrði þarna út af þegar ég var í vesinni með hleðsluna og headphone-in á fyrir leikinn. Já. Þarna hvað hét brautin áttu þegar ég keyrði bara Fuji? Bókstaflega beint út af. Fuji, já. Keyrði beint út af. Ég held ég ræsti í 3. eða eitthvað. Ákvað bara að keyra út af frekar að keyra einhvern með mér. Ég var komin upp í 5. sæti á 5. hring eða eitthvað leis. Þá tók ég Sævar sem er núna í öðru sæti, 12. Tók hann út með mér. Þá ákvað ég að slatta þess af. Já. Og sló síðan besta hring. Já. En hér erum við að sjá einmitt Sævar Helga og Kjassa bara berjast 11. og 12. sæti sko. Já, ég að horfa á Jón Ægir. Skiptast á stöðunu sko. Jón Ægir á flottum fjólbláum tíma hérna. Kjassi komin í 11. núna, hann náði betri exiti út úr seinustu beginni. Þetta flottu tímið maður. Og já, Sævar Helgi með innri línuna. Ja, hann náði ekki. Þannig að Kjassi hérna komin í 11. sæti og virðist vera að halda því. Ok. Nei, heyrðu, hann að Nei, Sævar út af. Á sama stað og Jón Ægir lenti á hann. Og með skemmta aftan líka. Þetta var rosalega skrítið á skjánum hjá mér, það var eins og hann bara skotist út af. Hann var rosalega langt til vinstri út á grassinu fannst mér, bara eins og hann var að slá blettinn. Já, þetta leit út eins og eitthvað lagg hjá mér sko. Hann aftur, hann náði að halda þessu. Sægur maður. En þá Jón Ægir kominn í 12. sæti, hann búinn að ná einu sæti frá því að hann lenti í sínum hrakföllum og þurfti að fara í pittinn til að laga bílinn. Síðan að þegar hann búinn að ná Kjassa, þá svolítið langt í Valdimar. Já, en ég sé líka að Kjassi að minnka bilið í Valdimar, þannig að Kjassi greinilega að keyra vel núna. Já, en það hundlegilegt að lendi í svona svakalegum leiðindum að fljúga svona langt út af. Já. Eina sem það einn ökumaður sem að þetta reynist mjög vel fyrir og það hann Hannes Hansó sem í öðru sæti núna. Hann nær núna að fara upp í 3. sæti í stigakeppninni ef hann heldur sér þarna uppi. Hér Sævar Helgi búinn að yfirgefa reysið. Ok. Sem þýðir að Jón Ægir aftur kominn niður í seinasta sæti. Sástu framúraksturinn hjá Hannes, já hann? Hjá Hannesi Nei, já, hann kominn á undan Þorsteini. Hann kominn í, já. Ég man ekki eftir eftir þarna gridstarti. Ég man ekki hvað sæti hann lendi niður í. Þorsteinn tók fram úr Hannesi áðan, sko, og núna er greinilega búinn að taka fram úr aftur. Og Hannes bara kom með alveg þokkalega gott bíl líka og bara orðið stutt í að Halli nái Þorsteini, sko. Þorsteinn hefur örugglega lent í einhverju. Ekki farið út af eða eitthvað. En hann ekki með mikið, Hákon spyr hérna í spjallinu hvort þetta sé BOP, já, þetta er BOP sem að... Þetta er BOP, já. Já, það er ekkert hægt að tjúna bílana í þessu. Skeyri alveg aftan á honum Jón Valdimar sinna, Jón Ægir. Á fjólbláum tíma. Nei, Jón Valdimar. Jón Valdimar, já. Það er ruglandi þegar báðir Jónarnir eru á eins bílum. Í sama lið. Í sama liði. Jón samkoman eða? Já.
Þeir eru bóttið saman í þarna Facebook-gripinu Jónarnir. Já, örugglega. Herru, fram úr aftur hérna. Þorsteinn og Hannes. Þorsteinn tók inn í línuna. Náði henni. Spurði hvort að Hannes geri... Nei, Halli og... Já, ég bara veit hvað, ég Já. kíkti beint á Hannes og bara, það er hálf sekunda. Það er svo ekki þetta. Þetta var Þorsteinn og Halli. Þorsteinn bara varði í raun og veru og hélt sínu sæti. Já. Já, dekkinu er orðið svolítið slitin í honum Þorsteini. Hann hefur væntanlega, sennilega, eitthvað aðeins... Það er kannski smá út af eða eitthvað. Já, eitthvað runnið til og... Það hefur ekki verið nógu mikið til þess að fara alveg út af, hann er örugglega bara misti við bremsupunktinu með eitthvað svoleiðis. Þetta var í 90 gráðu beygju þar sem Hannes tók fram úr. Já. En ef maður bara ber saman dekkin hjá til dæmis Halla og Þorsteini, þá er sko Halli með töluvert betri dekk sko. Já. Jóna hann með svakalega góð dekk. Já, hann náttúrulega búinn að pitta einu sinni. Nei, það er Jón Valdimar sem er búinn að bytta. Nei. Jón, já, Jón Ægir er GTI-smann. Nei, Jón Valdimar er GTI-smann. Þetta er allt í gengur það hjá þig, Birgir? Ég var með þetta bara fauk út með núna. Það er flott dekkin hjá Jón Valdimars. Út af því hann er búinn að pitta. Nei, það er Jón Ægir sem er búinn að pitta. Jón Valdimars er satt með góð dekk. Alltaf koma hana. Classic. Við þurfum bara að skikka á til þess að setja nöfni sín, bara breyta PSN-nöfnunum í réttu nöfnin. Bara Ægir og Valdimar. En þá myndi ég örugglega Valdimar Matt og... Nei, ég segi það. Nei, ekki byrja að flækja þetta meira maður. Það er tjókir. Jæja, förum aðeins yfir listan. Það er Guffi og Skeiri hérna, já, og Jón... Það er Skúli og fjólubláum tíma hérna með. Sér Skeiri og Jón Valdimars hérna ennþá að berjast aðeins. Kíkjum aðeins inn í bílinn hjá honum Skeira. Ég er að horfa hérna á Jón Ægir, cracked up. Já. Hann er á fjólubláum tíma líka. Já, hann á náttúrulega á hraðasta hringi eins og er. Já. Það eru tveir, hann og Skúli. Ja, Kári, hann er ekkert að ná að slíta sig þannig sé frá honum Hannesi, sko. Það eru heitar umræður hérna í spjallinu á YouTube það hvað þú ert búinn að vera að drekka í kvöld og hvort það er búið að vera sterkara en rauðvín eða ekki. Ég drekk bara ekki rauðvín, kallaði mér. Nei, hann er eitthvað sterkara. Ég er kannski gasmengunin frá gósinu eitthvað að eiga við höfuðið. Ég er að segja það, hún er að hafa ykkur áhrif á mig hérna. Þetta er ekki COVID, sko. Nei. COVID að mitt því bara lyktaskynni, sko. Það tekur aðeins og víða hérna að Skeiri. Fyrstu beina. Hannes er búinn að minnka bilið svakalega. En ekki nógu gott exit. Já, þannig svona mikið. En það er bara... Síðustu 3 beygjur bara hjálpaði honum svakalega, sko. Þetta er bara skemmtilegur hópur hérna 3, 4, 5, sko. Já, og 6 líka. Já. Ég fylgist með honum Hannesi hérna. Vá, hvað hann er að nálgast honum Kára mikið með þér. Já, kíkjum á þetta. Ég ætla að, lætum við vita ef hann kemur mjög nála Kára, en ég ætla að fylgjast aðeins með Jón Valdimars áfram. Hann er kominn alveg rosalega nálægt honum Halla. Hann er líka með besta tíman. Nei, það er Jón Ægir sem er besta tíman. Já, afsaki. Og hérna kemur hann bara og tekur fram úr honum Halla. Og Skeiri sýnst mér bara strax eftir líka.
Þarna var Skeiri að gera allugu að Halla en tókst ekki alveg til. Og í staðinni Guffi bara kominn hérna alveg upp í Skeira. Það er bara massa fæt hérna í miðjum hópnum sko. Þetta er almennilegt. Ég var að horfa á Hannesen, hann er búinn að ná að halda þessu undir sekúndu á milli hann Kára og Síns. En Guffi bara Skeiri að verjast bara eins og sem bara bjargar lífinu sinni hérna sko. Lexusin er greinilega miklu betri í beygjum sko. GTR-in hefur langakaflan. Hvernig eru dekkin? Er Hannes með betri dekki eða eitthvað svoleiðis? Hannes er með bara örlítið betri, örlítið. Hérna er held í Guffi bara komið fram úr Skeira. Vel gert. Komin upp í 7. sæti. Ok. Skeiri nær betra exiti út úr brekkunni hana. Já, það eru með ytri og innri línuna. Já, við erum kannski bara saman. Á með ytri línuna. Ok. Og hann er búinn að taka 7. sæti sitt aftur. Ok. Hannes er að slá svona sekúndu, maður sjá hvernig tíma er það að fara. Herru, Hannes er kominn, ok, 700 sekúndur á milli Hannes og Kára. Ég ætla að kíkja aðeins hérna á þennan fætt. Hannes að gera allugu að 1. sæti. Það er almennilegt, já, hann er með tölvöld betri dekk. Já, næst slippinu þá var hann góður, sko. Já, hann er kominn í það. Mér finnst Kári alltaf ná betri exit speedi þarna, en þessum byggjum þá ná Hannes alltaf Kára. Já. Og svo stingur Kári alltaf hann smá af. Það er samt duðið ekki þarna. Nei, þetta er samt alveg töluvert minni munur á milli 1. og 2. sæti sem við höfum verið að sjá venjulega svo. Já, klárt mál. Spurning hvort ég fari hérna í 1. sæti og bambúsela Kára aðeins. Verður hann mista pressupunktinum? Nei, ég segi svona. Það virðist ekki virka lengur sko. Þetta þarf að koma Það er að vera í... Jú, býttu. Nei, ok. Nei, hann er kominn rosalega nálægt en Hannes núna sko. Kík inn í bílinn til hans. Endilega. Hann svolítið sérna á gjöfuna þarna. Hann hefur slippið en ekki alveg nóg sko. Hannes er aðeins betri með þessa beygju. Það sem skiptir svo miklu máli er bara að ná, þegar maður er komin í svona mikið fæt að ná samt að halda kúlinu og fara ekki að bremsa og seint og svona. Já, mér finnst Kári verið að gera svolítið að spóla aðeins meira út úr beygjum og svona. Já, hann er bara út í að Nissanin spólar ógeðslega mikið. Líka það sko. En hann náði að halda honum mjög flott sko. En núna er Hannes bara, hann er bara farin að gera Let's go. Nei, hann slæðir Hann er að hræða hann er að láta hann vita hann sér til. Setja smá pressu á Kára hérna. En ég ránaði með Hannes að hann bremsa alltaf aðeins fyrr bara til öryggi svo hann myndi ekki keyra á hann. Já. En það er tölvöld betra exit speedið þarna finnst mér. En það er honum eftir þessa beygju, ég segja það hlið við hlið. Það var mjög svipað exit hjá þeim. Mjög svipað exit.
Ei, Hannes. Ja, dekkin eru bara ennþá svo mikið betri hjá Hannesi með við Kára, sko. Já. Kári náttúrulega, Hannes náttúrulega kemur með spólvörd, sko. Við höfum séð það að vera að virka helling fyrir menn, en þú ert með spólvörd, þá ertu ekki nákvæmlega jafn hraðskaup finnst mér sjálfur, sko. Þarna er að meðan það næstu í. Sér Kári spóla alltaf smá hérna út. Já. Það var mjög smúð. Hannes er aðeins að fara á svona Já, vissa línuna sína smá. eiginlega þú voru ekki alveg að fara af þessum hérna fætt, sko, og kíkja neðar í, Ég skal kíkja á listan fyrir neðan. kíkta aðeins á hvað er að gerast þarna fyrir neðan, að hérna, já, eins og Eva segir hérna í spjallinu að draftið á þessari braut er mjög hættuleg, sko, það er eins og hún talaði í æfingum hérna að það getur bara dregið út af, sko. Já, ég er þetta að horfa á skúla hérna með engine damage og front end damage á hægra framann. Já, sæl. Já, í 10. sæti. Engin annar með neitt damage, þannig að, Nei. En Cracked Up best, Jónæir, hann allavega komið í 9. sæti sem er frábært. Ennþá meir hraðasta hringinn. það er aðeins farið að lengja spilið í Kára eða núna. En hann er samt að ná að halda pressunni, sko. Já. Þeir eru komni núna á 15. hring, er í rauninni, Restið hálfnaðir. já, rétt hæflega hálfnaðir, sko. Það er enda að ég er að horfa á Guffa en hann er ekki með nógu mikið eftir að bensínu til þess að eða það er enginn af þeim. Nei, það er engin. Það er svoleiðis. Það er bara, það verður allir Með að taka tímatökur eitthvað bensín, sko. Þeir eru betra. Já, með tímatökur á þann þá er þetta duga fínt. Hannes er að halda alveg rosalegri pressu á Kára, sko. Það var spurning hvort hann gerir allaveg núna. Hann er komin 0,1. Já, hann reynir að taka þetta innri línuna. Hann tekur inn í línuna. Já, og nær hann Vel eftir. gert! Já, Hann er með Hannes þetta. komin í 1. sæti. Kári var bara ekki með dekkin í þetta, hann sér það bara, hann er hálfnaður næstum í framtekkin. Já. Þetta er alveg magnaðar og svo svo er hann bara að stinga Kára af. Hann er að ganga frá honum, sko. Kári hefur bara verið fyrir honum. Frábær akstur hjá Hannesi. Þvílíkur, sko. Greinilegt að Hérna á hann Lexusin heima, er það að... er, wow, teipur í grasi maður, ég sá þetta Já, slís á þá hann. fer Kárin í pittin. Sem þýðir að hann kemur út í trafík. Hann gefur Halli- mikla trafík því að Halli fyrir Iceman fór bitinn, ekki bitinn, Guffi fyrir bitinn. CrossFit fór ekki og Skeiri fór ekki. Gummi pittar ekki heldur. Þetta þýðir að Hannes fer væntanlega í pittin núna í í lok 16. ring og þá tekur hann akkurat hálft reysið á sömu dekkjum og sama tank. Þannig að sjáum að Kári kemur hérna út í 7. sæti, já, bara strax í trafík, sko. Þetta er að fara að tefja hann svolítið. Já. Hann er alltaf bak við mann sem að datt úr öðru sæti, sko, þannig að það er Já, spurning og hvernig hann mann spilar sem þetta. á ennþá besta tíman
og búinn að bæta, þessi maður er búinn að að bæta. Hann hleypti honum. Hann færir sig Þetta var bara fram. flott gert hjá hann. Þetta var rosalega. Þetta var vel gert. Hann veit að hann er með slitnari dekk og veit að Kári er í slagnum fyrsta sætið og hann bara hleypur honum fram. Kári blikkaði hasarljósunum á það sem svona thank you. Já. Þetta var alveg... Þetta var vel gert. Þetta var professional. Þetta var moment races hingað til. Já. Gummi líka. Þetta er bara... Og herri. Jón notar þetta. Jóna let's go. Já, hann tekur bara sliptir með hans Kári í staðinn. Tekur fram úr... Gert maður, let's go. Tekur fram úr Guðmundura. Jóna hann er náttúrulega sko... Við höfum alveg séð hann áður vinna sig upp á pódium úr seinasta sæti. Já, ójá. Það var þegar hann klikkaði eitthvað netið hjá honum og hann náði ekki að taka qualifying. Byrjaði síðastur. Já, byrjaði síðastur. Þá fer Hannes í pitinn. Það var flott race. Og Kári er ekki langt frá finishlineinu sko. Kári sko, þetta er í rauninni ekki búið að tefja hann það mikið þar sem að hann gat notað slipstreamið í staðinn til þess að sérstaklega þegar þessir menn færðu sig frá fyrir hann sko. Hann er svo komin út. Þetta verður Þorsteinnir en Hannes er á undan Kára út úr pittinum. Já, alveg svolítið mikið. 2,5 sekúnda og 1 stykki Jóna er á milli sko. Já. Nei, hann er ekki á milli, nei. Jóna er fyrir aftan. Já, hann er fyrir bakvið Kára. Já, Jóna er komin upp í 4. sæti, að vísu eftir að pitta aftur, en hann þarf ekki að pitta alveg strax. Nei, hann er alveg góður í einhvern tíma sko. Það er spurning hvenær... Hann geti með þess að bara við að elta Kára, þá geti hann alveg búið til alltaf liðsfélaginn sem beint fyrir bakvið, en það er ekkert í 100 hættuna að hann taki í sætinu hans, en bara við það að elta Kára og nota slippið, þá geti hann alveg búið til svolítið forskot og unni sér einn frítt pitstop. Já, nákvæmlega. Hann náttúrulega mun þurfa að pitta sko. Hann tekur í fyrsta pitstopið sitt á hvað var það? Annar eða 3. hringur? Annar hringur held ég. Þorsteinn sko, hvað er þetta ekki 15 sekúndur bara dekk eða ekki? Nei, 18 sekúndur held ég. Vá. Þorsteinn fyrir pitt. Það var 12,7 sekúndur í Hannes. Það er ekki ennþá að byrja, núna er verið að skipta dekk á honum. Já. Og sæll. Og þá er núna, eins og staðan er Hannes í fyrsta sæti, 2,2 á undan Kára. Jóna er innan við 2 fyrir aftan Kára síðan í 3. sæti, en á eftir að... Það er slagur hérna, 7. og 7. Guffi og Skeri. Já, þeir eru búin að vera að berjast hérna í allt kvöld, sko. Já. Spurning hvort að pittið hafi Guffi hefur þetta með aðeins meira bensín. Svo er Hilmar hérna í spjallinu að tala í mótsögnum. Hann sagði áðan Go Hannes. Já. Og svo segir hann strax á eftir Team Nissan. Já, nei. Þetta er bara Rich Energy drikkurinn sko. Ég held að hann sé að drekka eitthvað. Já, hann er ruggleika í höfðinu á honum. Já, þetta er ekki holt þegar hann er svo litla fjólubláðarhringnum líka. Já, ég sá það. Ég sá líka Guffi fara á fjólubláðan sektor. Með sko Skeira beint fyrir aftan sig. Ég myndi segja eitthvað tölu, ég sá 2 sekúndur en ég veit að það er ekki hægt með tíma sem að... Já, það er ekki alveg hægt að treysta því af hvað þú sérð þegar það kemur að tímum, sko. Já, kom hérna, 0,1, aðeins nær raunveruleikanum. Já. Þetta er rosalegt fæt þetta milli Skeira og Guffa, sko. Á, Kárin aðeins flottu exitið maður. Það er bara bílinn renni í gegn, ekkert issue. Næstu því maður.
Þá fer Jónæður inn pit. Ok. Það verður fróðlegt að sjá hvar hann kemur út. Vá, hann kemur alveg út í 8. sæti myndi ég skjóta á. Já. Það er líka bara 3 hérna saman í röð. 5., 7. og 7. En ef hann næri að halda, ég veit ekki hvort hann á að halda. Jú, ok, hann næri að halda. Nei, alls ekki. Hann heldur 10. Nú, ja. Það er samt flottur árangur í honum. Nei, ég meina hann getur, hann ætla að byrja Valdimar. Sér alltaf á dekkjunum hann, en það er svona ekki tekið nóg bensín. Hann, hver? Valdimar Matt. Já, menn það. 8. sæti. Já, það kemur í ljós, hann er á 19. hring, það eru undir 32 hringir, þannig að, já, 14 hringir sem hann þarf að taka. Hannes í fyrsta, vá hvað ég ánægður fyrir hans hundmaður. Já, þetta er, og Hann er ekki búinn að sjá þetta í langan tíma. Já, hann er Hann bara, var þarna í fyrstu reysunum ástuð, það voru allir, það var Kári, Halli, Hannes og Jónæður. Þeir voru allir búin að vinna einu sinni, en það var enginn aðeins búin að vinna 2 ár. Svo var það Kári sem að tók það á held ég Le Mans brautinni. já, náði 3. sigrinum á tímabilinu. Já, og náði þannig að enda sér í 1. sæti overall. Já. Svo er hann eiginlega bara búinn að vera þar. En sko, núna er Hannes bara algjörlega búinn að snúa þessu við. Hann Kári var áðan, bara í byrjun reysinu var hann fremstur með þessar, hann var komið með hvað, 6 sekúndar forskot eða ekki? Já, Hannes var í fæti við Þorstein, hann var að reyna að halda honum fyrir baka sig eða eitthvað svolítið, eða hvort hann hafði dottið svolítið niður. Þorstein var svo í öðru og nei. Jónæður var í öðru og spinnaði síðan. Endaði hann er í næst síðasta. Hannes er á 14. hring. Já, þú sér líka að hann er bara að auka bilið í hann Kára. Já. Já, þetta er svona, já, þetta er að fara upp og niður. Þetta er þessar 3 sekúndur cirka, 3 til 3,2. Já. Jóna er á ennþá besta tíman, hraðasta hring. En það, ég held að Kári í rauninni hafi hittað aðeins og snemma þegar hann pittaði, sko. Og núna, sko, Kári pittar hringa undan Hannesi, sko. Já. En Kári var samt að slíta dekkjum hraðar. Hann alltaf var að halda Kára þarna. Já, býtu, hann er ennþá á því, alveg töluvert. Þannig að, sko, Kári mun lendi í því að vera á slitnari dekkjum heldur en Hannes í lokin. Og Hannes... Já, þannig að ef hann skildin á hann, sem ég veit ekki hvort sé að fara að gera svo því að Hannes er bara á fjólbánssektor eftir fjólbánssektor eftir fjólbánssektor. Eru að fara að sjá 1.46 í kvöldu? Er það spurning? Optimal-tíminn hans er örgulega 1.46 eitthvað, sko. Mér finnst alveg líklegt að það geti farið niður í það, sko. Já. Það næri ekki að halda öðrum sektor í fjólubúan. Nei. En hann náttúrulega hefur ekki slipstream til þess að aðstofa sig aðeins. Nei, akkurat. Hannes hann heldur bilinu milli Skeira og síns alveg í 1 sekundinni. Hannes? Já, nei Guffi. Já. Þú veit eitthvað rosalega að fara nafnavilt hérna í kvöld.
Þetta er allt að koma, sko. Já, Ég heiti þetta orkunni í introið, sko. Já, þetta var flott intro hjá þér. Ég þarf að En takk hérlega fyrir það. lenda oftar í að vera með bilaðan mæk. Já, ég veit ekki það, ég var alveg unprepared. En reyndi mitt besta. En hvað segir Danni, á meðan það er svolítið svona, það er eitt bil á milli manna hérna. Já, Ef við ekki þá að renna eitthvað aðeins við styrktaraðalunum okkar. jú. Til ég bara vel á það. Jú, til ég að byrja það. Byrjum bara á þeim sem er að keppa þetta. Það er hinn eini sanni Halli og Skúli, Auto Center. Það er svona mínum veitur svona, hvað ég að segja, náttúrulega Toyota sponsora bara ekki deildina en sponsora aðila sem er að keppa í deildinni, þannig að ég myndi segja Team Auto Center, wow, Skúli tæpir þetta maður. Skúli Auto Center, 11. sæti hans, svona næstu spinnið allána, Team Auto Center, gera svakalega hluti. Fyrir þá sem að vinna keppnina, fá full keramik coating á bílinn, full details, bara hreinsa upp lakkið. Þú ert að tala Gerðu bara alveg að vinna þá overall eða ekki? Vinna bara fyrsta sæti, jú, bara, segjum eins og ef að Kári heldur áfram að gera sína hluti, þá er hann að fara að fá algjöran bara detail pakka á bílinn eins og að leggur sig. Já. Ég held að sé alveg upp í 5. eða 7. sæti þar sem menn eru að fá metalir og bygara samt fyrir, sérst bara að taka þátt og vera með og svona. Já, nákvæmlega. Og sko, ég væri ekkert hissa ef að Team Auto Center væri bara að fara að detaila sín eigin bíl með að hvað Halli hefur verið að gera enga til, sko. En ég sýnist hann ekki með að stigakeppnana, sýnist hann ekki ætla að ná fyrsta sæti af honum Kára. Kári er in the lead núna með, sem sagt, hvað maður svo ég með þetta hérna? Já, 244 stig. Fyrir ofan, sem sagt, skrætt upp, Halli er í 3., já, Halli er alltaf, já, allavega. Flott stöf, mjög flott stöf. Já, metan er einhvers fyrir fram í, ég er ekki alveg með þetta allt á minninu. Nei. Það er hérna. Svo náttúrulega erum við líka með Tasty. Ég held að Tasty sé búin að draga tilbaka þess að það er hringurinn, máltíðin. Ég held að sé bara overall besta dótið, fær nokkra máltíðir og eitthvað svoleiðis. Ég bara skal það, ég er að fletta þessu upp hérna. Svo náttúrulega erum við með Mamma Mia, þú mátt aðeins tala um Mamma Mia. Já, Mamma Mia, það er veitingastæður sem að, Antons Mamma Mia, veitingastæður hérna í Keflavík. Ég man ekki alveg hver verðlaunin eru hjá þeim, en það er máltíð fyrir hraðasta hring eða ekki? Jú, ég held það. Minnir að það hafi verið svoleiðis. Ég er aldrei í sigursætum, þannig að ég legg ekkert á minni hver vinningarnir eru, en ég veit að það er sponsað þetta. Já, herru, hérna er þetta, verðlaun. Tasty, það er hamborgarmáltíð fyrir 2, sigurvera hver einstu keppni fyrir sig. Hafið fiskverslun, hraðasti hringur í keppni. Það er 3.000 króna gjafabréf í Hafið fiskverslun. Ég held að það hafi verið að hann, var ekki Valdimar Matt sem að redda okkur því? Jú, ég skilst að hann vinni það. Gas og Racing. Mér minnir að það hafi verið svoleiðis. Og hérna kemur Auto Center. Fyrsta sæti tímabilsins, Nano Keramik meðferð fyrir fólksbíl eða jeppa, pluss byggar. Annað sæti er Alfredo Mössun, pluss byggar. Og þriðja sæti er Alfredo Bone, pluss byggar. Hérna kemur flestir hlutur hringir á tímabilinu, Metalia, sem sagt frá Auto Center og gjafabréf frá fiskverslunni. Auto Center, Metalia fyrir flest ráspól á tímabilinu. Svo erum við, maður sjá. Tímatökukeppnir, ég finn ekki með
Já. Ég finn ekki Mamma Mia. Í miður. Nei, þetta... Það að uppfæra... Herru, Kári er komin í fyrsta. Hold up. Hvað að gerast? Hvað misti ég af? Það er góð spurning. Þú varst að tala svo Kári er mikið komin í fyrsta seti. Já, þú varst að tala svo mikið hérna, alveg. Ég var að leita að þessum Afsakið það. Fólkið mitt. Hannes fór á síðast hring 1.49. Hann er damage að framan, vinstra meina framan. Já, ok, hann hefur lent í einhverju smottir í hérna. Hann hefur lent í ykkur. Afsakið þetta, Hannes. Ég tók alveg þarna hamborgarmáltíðina að þér. En hann er með miklu betri dekk, en hann er með ónýtt aero. Já, það tefur hann svolítið að vera með ónýtt aero, sko. Það skiptir miklu máli. Svo sérstaklega, sko, þegar þú getur ekki bara skroppið inn í eitthvað stutt pitstop til þess að láta laga þetta. Hann verður bara að klára reysið með þetta skemmti, sko. Já, hann er að fara sko 3 sekúndum hægari en hann síðasti hringur, 24, þá fór hann 3 sekúndum hægari heldur en sínir svona casual hringir. Bara 1.50 og undan því fór hann 1.49, hann er á fjólubláan sektor. Finnir hvað þið sé ekki bara allir að setja fjólubláan núna? Jú, þeir eru allir að því. Já, fyrsta sektor En kannski. það tekur samt enginn. Já, það er næst samt enginn að toppa restina. Já, hvar er Jóna núna? Hann er komin upp í 8. sæti. Já, hann er búinn að vera þar í svolítið tíma. Það var alveg 8 sekúndur á milli hans og Halla, sem er núna komið í 10 sekúndur. Já, meinar. Það er náttúrulega erfitt þegar eins og Halli er náttúrulega í slippinu hjá svona annars lagi hjá Skeira og Guffa og það er alveg erfitt þegar þeir leiða í gegnum allt sko. Já. Guffi náttúrulega keyrir eins hratt og hann getur til þess að losna á við Skeira. Halli náttúrulega nýtur bara góðs á því. Já, en sérðu líka hvað Guffi er komið með slitinn dekk. Hann Já, er alveg að pusha bílinn alveg í rauðan dauðan hennar. Já. Það er ekkert það kósí að hafa Skeira fyrir bakvið sig. Nei. Skeiri er þá að fara að ná að taka betri beygjur og svona sennilega betri tíma í lokin. Hann er sennilega að fara að nýta sér sem sagt svona eins og bremsupúntana sem að Guffi kannski næri ekki og svoleiðis. Já, akkurat. Já, Ilma segir hérna Hann er samt að keyra línuna hans Guffa. Já. Racing línuna. Já, það er tæpur maður. Já, smá drift hérna. Valdimar í pit, bensinni. Já, hann er ekki náð að klára með tankinu, það tekið á lítið bensín. Kári er samt sko, Kári er á ekki góðum framdækjum. Ekki heldur afturdekkjum. En hann samt alveg, hann er komin í 3 sekúndur núna á Hannes. Hannes er náttúrulega með skemmta framan. Já. Ég held líka að það sé þannig, þegar þú ert með skemmt á dekkinu, eins og þetta á beinakaflunum, þá ert að slíta framdekkjunum svakalega. Því dekki sem er damage á. Já. Það gæti alveg verið. Ég er ekki alveg viss sjálfur. Nei. Sér að hann er að tapa hérna 2 sekúndum á hvaða ring, eða hver meðsta ring sem hann fyrir. Já, hann er komin í hættu að Þorsteinn ná honum, sko. Já. Það lítur alveg út fyrir að með að hann sé að tapa meðaltalið 2 sekúndum á sínum síðustu ringjum þá... Nei, heyrðu, þá fyrir Þorsteinn aðeins Þorsteinn lendi í ykkur. Heyrðu, Þorsteinn út af, eða hvað? Hann fór út af, já. Nei, aftur. Drifta svolítið. Dæmur. Hann nær að halda bílum allavega. Allavega held ég eftir Jón Valdimars kemur bara sterkur þarna fyrir aftan. Já.
Sjá hvað eitt lítið svona semi-spinn getur kostaði mikið. Já, það er bara ennþá fæt hérna á milli Guffa og Skeira. Það er bara, Þetta klárist einhvern daginn. já, það eykst og minnkar bilið alveg fram og tilbaka. Svakalega, sko. Það er svona eins og þegar að, sko, allavega þegar komið svolítið bíl á milli þeirra, þá er svo Guffi missi bílustundum, svo þegar Skeiri er komin alveg aftan á hann, þá er eins og Skeiri bremsa aðeins og seint og bara Já, alveg fram og tilbaka, sko. Guffi alveg bara off-roading hérna. Ég veit bara ekki hvort að Guffi hafi þetta, ok. Recovery hérna, flott recovery. Eins og ég var að tala um. Þegar Geiri komið of nálægt, þá svona semi-fokkar hann upp. Svo þegar Guffi komið of langt í burtu, þá fokkar Guffi upp. já. Það er náttúrulega þegar menn eru svona jafnir að þá er mjög erfitt að taka fram úr, sko. Og láta það stikka líka, sko. Sér við sjáum að Skeiri er komin í slipstrými hjá Guffa núna. Það er rosalega nálægt þetta. Hann gæti gert allugu, minnst hæpið hann gerir allugu í fyrstu beygju. Kannski í annari. Þetta nú við. Er hann að ná? Nei, vá hvað eru jafnir. Það er allavega hættur að keyra línuna að Guffa sem er gott, sko. Þess að beygju, þá getur Guffi verið svolítið svona runnið svolítið. Já, hann er með slitinn, hann er Það rosalega er runnið báðið bara. Já, það er alveg hellingsmunur á milli þeirra tveggja. Já, hérna sé hann, já, þetta er þessi sem við erum að tala um, bara bilið lengist og lengist og lengist. Og svo styttist. Og svo styttist Og það. lengist. Og meðan er sko Já, alveg, sko. Halli bara alveg að fara að ná þeim líka, sko. Já. Jóna er ekkert langt á eftir, sko. Hann er alveg búinn að stytta bilið 2 sekúndur og hann er búinn að lengja bilið í Gumma í 16 sekúndur. Ekki nema náttúrulega Valdimar hafi pittað og mist Gumma fram á sér. Það er líka spurning út í að Valdimar pittaði náttúrulega. Já, hann gerir það. Hannes allavega heldur Þorsteini vel fyrir baku sig ennþá. Spurning Kári okkar. Þetta er ekkert persónulegt, en þetta kemur frá hjartanu. Hann má renna smá á næsta bremsupunkti. Bara svona milli mín og þín, Dani. Kvartar þetta ekki úr í editinu eða? Þetta er allt óedit, þetta er allt í beinni útsendingu. Aha. Þetta er ekki nógu gott. Kári er Nei, komin hann keyrir þetta mjög safe. Örugt forskot hérna. Kári er að keyra þetta rosalega safe. Já, það er augljóslega að kosta Hannes alveg gríðarlega að vera með þessa skemmta framan, sko. Já, ekki neitt smá, en náttúrulega á pælið ef hann hefði pittað þá hefði hann bara dottið niður í, skilju. Já, það er mitt máli, sko. Það hefði bara dottið niður í 7. seti og hann væri bara á milli Guffa og Skeira, líka við. Það væri rándýrt fyrir hann ef hann hefði þurft að pitta, sko. Þannig að Ég gefði nú þá öllu, ég þurfti að pitta vegna bensín, sko, en ég hefði líka getað bara keyrt rosalega rólega þegar ég var þarna á Dragon Trail. Já. En mér þykir sko miðað við það að þeir eru á 29. hring. Þeir eiga eftir Svolítið mikið bensín eftir. Þeir eiga 3 hringi eftir þessa. Já, þeir eiga 3 hringi eftir þennan hring. Og það er rosalega stutt í Þorstein núna. Og og Hannes er með skemmtan bíl. Já, mjög stutt í hana. Þannig að mér Svo er spurning hvort hann missi. Mér þykir líklegt að hann missi
Þorstein fram úr sér út á skemmtun. Jafnvel líka GT Iceman, Já, sko. ég held nefnilega að það gæti orðið svolítið tæft með Jón Valdimar, sko. Já. Maður fylgir svolítið vel með þessu rétt fyrir lokin, en Þorsteinn kominn bara í slipstreamið hjá Hannesi. Já. Á meðan Kári bara að sko stinga Hann bara það. burtu, sko. Hann bara gone. Hann er ekki Nei, Hannes, Nei. Please, ok. Hann Hann hefði kannski bara átt að pitta á því hann eitthvað sem kominn í guff og... Þetta var óhefilegt. Þetta var Nei, búið að vera þetta svo er með flott pressu, reis hjá Hannesi þarna að komast upp í fyrsta sæti og... Svo flott hjá honum, sko. En... Óhefni. Hann allavega nær 3. sæti overall ef hann heldur áfram að keyra núna bara safe. 14... Það er 15 sekúndur á milli hann og Jón Ægir. Og hann þarf nú bara að halda því bókstaflega. Já, og Það var hann kominn í 3. sæti overall. Guffi núna 4,5 sekúndu eftir Hannesi. Núna er fætið eiginlega á milli Skeira og Halla. Hannes er líka kominn á blikkandi bensiljós. Hann er eini á bensiljósinu. Hannes? Já. Já, og hann þarf að taka Heilan hring í viðbót. 2 hringi. Hann er bara í byrjuninni á... Já. Þetta er ekki góðs í stað þess að vera í. Nei, hann þarf bara að spara bensín núna, sko, og meðan er Guffi bara að minnka bilið bara mjög hratt, sko. Gríðarlega. Já. Hann er komið með sannfærandi bil núna í hann Skeira, en Skeiri er bara að berjast við að halda Halla fyrir eftir sig. Já. Sko, Jón Ægir, hann er komið núna 3,3 sekúndum eftir Halla. Áðan þegar við vorum að tala hann, þá var hann 10 sekúndum fyrir aftan, sko. Hann var 8 sekúndur, svo 6 og svo núna 3. Hann er að gera flotta hluti, sko. Mjög flotta hluti. Hann er náttúrulega, sko, hann á sennilega flottasta comebackið í sögu GTS Iceland. Alveg bókaðmál, sko. Ég veit ekki hvort eitthvað komið snála því. Nei, það verður fróðlegt að sjá. Guffi núna kominn, sko, hann er 2 sekúndur frá Hannesi, sko. Það er... Guffi kominn á ljósi líka, sko. Hannes er með þessa skemmd og er orðinn tæpur. Það er hann að halda hann við bak sig heilan hring. Það er góð spurning, sko. Það er að tapa 4 sekúndum á þessu hring sem hann var að fara. Já, þetta geti hvað sem er gerst núna, sko. Sko, Kári er hérna kominn 10 sekúndum á undan Þorsteini. Mér sýnir, sko, svona, ef ekkert gerist í þessum topp 3 sætum ekkert óvænt, þá er þetta bara niðurstaðan að Kári fyrstur, Þorsteinn annar og Jón Valdimar þriðji. En það er alveg ómögulegt að segja hvað gerir síðan í 4. sæti, sko. Er Guffi að kominn inn að hann er komið sekundu frá Hannesi, sko. Ég er aðeins að skoða núna, ég var að hendi smá ríkt. Kára bara að fylgjast með þeim. Já, fylgstu með fyrir mig Kára, látt mig vita þegar hann er alveg að fara í rendamarkið, því ég skipti yfir á hann. Ég ætla að fylgjast með Hannesi þangað til. Já, ég var að skoða þetta. Þetta eru 3 sekúndur sem hann að tapa á hverjum hringi meðaltali. Hannes. Og þetta er alveg hellingstími, sko. 15 sekúndur, 5 hringja fresti, sko. Það er svolítið mikið.
Herru, Kári að fara að slá í mark. Á ljósinu sínu. Já, það er það sem hann var að gera. Nei, beint í bit, nei, hætti við. Zigzag, let's go. Zigzag er hérna í fyrsta sæti. Sannfærandi sigur. Enn og aftur hjá Kára. Þorsteinn kemur hérna í gegnum markið í öðru sæti. Og Jón Valdimars þar rétt á eftir. Hannes nær að halda fjórða sætinu sínu. Vel gert. Og svo Guffi beint á bakvið. Guffi og Skeiri saman hérna og Halli þar strax á eftir og síðan strax Jón Ægir í 8. sæti eftir að hafa snúist svona hrikalega illa þarna Svakalega, sko. á öðru hring. Skúli náttúrulega endi á þann að sko bíllinn hans var ónýtur á damage, sko. Já. Þá kemur hérna Guðmundur Orri sigsakandi í mark og Valdimar Matt klárar seinustu beina, kemur hérna í 10. sæti. Skúli þar strax á eftir og svo Kjassi hérna kemur seinastur í mark. Hann er að klára 50. reisið sitt hérna ef GTS Iceland í seinasta sæti. Og þá er þetta niðurstaðan á reisinu í kvöld. Kári sigrar enn og aftur. Pole position, clean race. Og þannig skjáttlast ekki, þá var hann Jón Ægir með hraðasta hring allt reisið, er það ekki? Jú. Hann klárar með hraðasta hring. Það dugði samt ekki til þess að halda 3. sætinu overall og dettur hann þá núna niður í 3. Nei, 4. Já. Og hann er svo komin í 3. Þetta var frábært reis, þetta var miklu skemmtilegra heldur en reisið sem var fyrir 2 vikum síðan. Þetta er allt annað, sko. En það er komið að lokum hér. Ég þakka kærlega fyrir áhorfið og þakka þér fyrir að taka þátt í stríminu með mér. Og þetta frábæra intro hjá þér. Og hérna næst er það bara Suzuka eftir 2 vikur. Endilega kíkið við þá og kíkið á YouTube rásina hjá okkur til að sjá gömul reis og sömuleiðis á Facebook rásina til að fá frekar upplýsingar ef ykkur langar til að taka þátt. En ég segi bara takk fyrir mig í kvöld, verið sæl.